Vinur, ég sé að þú ert vantarlega bara svekktur. Frammistaðan og þetta tap þá. Já, maður getur alltaf að tapa leikjum, sko, en það er bara hvernig maður tapa þeim, sko. Þið lendir strax undir og hvað er virkið andlausir svona á mig eða hvað, hvernig? Frekar eitthvað skortur og sjálfstrausti, Hæ? Frekar kannski skortur og sjálfstrausti, við erum að skapa okkur ágætis skot gegn okkur leiknum, en við bara náum ekki að finna setja á þau og ég kann ekki ná að búa til nógu góða stöður. Grindvík kann spila á orku en voru ekkert frábærlegir, en ég held að svona með framstöðum það held ég flestunarliði á Íslandi hefði okkur. Já, en þú veist, ég get alveg trúið að mjög margir hafi, þú veist, átt von á, já, bara hörkuleik. Grindavík þeir hafa verið lélegir að undanförnu, skíttapa fyrir KR í síðasta leik. Þú veist, hver var þín tilfinning svona fyrirfram? Já, bara við erum búin að vera í sama skítnum, sko, þannig að það var ekkert eitthvað neitt þannig, þú veist, og mikið af leikmenn sem vantar í leikina, þú veist, vantar Kristó Jókur og Kane og Óla hjá þeim, þannig að það svona voru tækifæri fyrir aðra svona til að stíga upp og sýna eitthvað, en það, mín megin alltaf gerast ekki mikið af því. Nei, þú ert með nýjan mann, Ígor, svo sem, en ég hlýt nú að þurfa að fá að spyrja þig út í, menna, þú vilt fá meira frá Dixon Woods en 2 stig, eða ekki? Jú, Woods meira stig, meira frá Booker, meira bara mörgum stöðum. Bara frá öllum bara? Já, ég held að sé, þú veist, það væri eitthvað aðstæðanlegt að benda okkur neitt, sko, en hann getur klárlega gert betur, en það geta gert helviti margir vel, hann gerir vel varnarlega fannst mér löngum köflum, hinn í kringum hann hefði mátt standa sem þess betur þar, en sóknarlega þá voru við bara mjög slagir. Já, og þessi gluggi, hann er að loka, áttu von á einhverjum meiri breytingum hjá þínum mönnum? Nei, þetta lið hefur sýnt að það getur spilað körfubolta og sýnt að við getum verið á þeim stað sem við erum verið á, en við erum langt frá því núna, þannig að það er bara hlutverk þjálfarans að þjálfa liðið og reyna að kreista meira út úr öllum mönnum og þar tek ég bara full ábyrgð því. Ígor kemur alltaf inn sem svona, hugsaði sem svona auka skrokkur á bekknum og getur náttúrulega eins og hann sýnt sig í deildinni og sett opin skot og verið hættulegur, en hann er ekki hugsað til þess að koma og einhvern veginn og bera okkur gegnum einhverja leiki, þannig að þú veist að framstæðan dag hún var bara svona. Hvað með Eikos, hvað átti hún að vera lengi? Ég veit ekki. En er ekki fínt að fá bara þetta bikarpásu núna, jafna sig og æfa? Það er fínt að vinna og fara í bikarpásu, en það er alltaf ömurlegt að fara í pásu með tap. Já, herru, takk fyrir.